Ég býð ykkur velkomin til þess 831. fundar bæjarstjórnar. Á dagskrá fundarins eru 14 mál. Þar eru 4 fundargerðir til staðfestingar. Það eru 4 almenn erindi og 6 fundargerðir til kynningar. Og okkur er ekkert að vanbúnað að hefja dagskrána og við tökum fyrst fyrir fundargerð bæjarráðs, 1583. fundargerð bæjarráðs. Sá fundur var haldinn 8. júní og á þeim fundi voru 4 mál á dagskrá og orðið er laust fundargerðina. Það virðist enginn ætla að kveða sig hljóðs. Þannig að við bæjarfulltrúar gera sér tilbúin í atkvæðagreiðslu þeir sem staðfesta þessa fundargerð 1583. fundar bæjarráðs vinsælaskefi merki og á lofti eru 11 hendur. Takk fyrir það. Þá förum við í næsta mál. Það er 1584. fundur bæjarráðs. Sá fundur var haldinn 15. júní og á þeim fundi voru 7 mál á dagskrá en afgreiðslu eins frestað og orðið er laust fundargerðina. Ert þú bæjarfulltrúi Aldís, fyrirgefðu ég spyr, undir hvaða mál ert þú að koma í fundargerðinni? 2.1. 2.1. Já, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti. Bæjarfulltrúar. Ég ætla að kem hérna upp undir máli 2.1 sem er málefni leikskóla og fjallar tillögu að innleiðingu skráningadaga í leikskólum í Mosfellsbæ. Og þetta er tillaga sem hefur verið til umfjöllunar í fræðslunefnd núna á síðustu vikum og svona kemur til af umfjöllun málefni leikskóla sem hefur átt sér stað í vetur og hófst í rauninni í lok nóvember með heimsókn leikskólastjóra til nefndarinnar og það sem að fjalla var eitt og annað og það eru áskoranir sem að þær standa frammi fyrir sem eru ýmsar og þar á meðal er það mönnunarmál og stytting vinnuvikunar og þetta tengist í rauninni allt saman. Og út frá þessu var unnin tillaga að því hvernig mætti innleiða styttingu vinnuvikunar á leikskólum Mosfellsbæjar að fullu og sem er í rauninni bara í samræmi við kjarasamningar sem hafa verið gerðir og sem voru svo endurnýjaðir núna nýlega með þessum áherslum og þar sem að við meðal annarra skuldbundum okkur til þess að vinna að því að stytta vinnuvikuna að fullu hjá þessum hópi. Og leikskólarnir eru eins og ný afstæðið verkfall sýndi okkur berlega afskaplega mikilvæga stofnanir í samfélaginu og þeir hafa verið í ákveðnum vanda. Og hann birtist okkur bæði í því hvað er erfitt að manna stöður og hann birtist okkur líka í miklum langtíma veikindum. Hann birtist okkur líka í því að nýliðinu stéttinni er ekki næg. Þannig að eitthvað verður að gera. Og í mínum huga er alveg skýrt að það að gera ekki neitt er ekki boði. Og sveitarfélög mörg hver hafa verið að skoða þetta, það hefur tekið mislangan tíma, sum eru ennþá að skoða þetta. Ég vil meina það að svo tillaga varðandi skráningadagana eins og hún er lögð fram hér sé framsækin og hún sé mögulega til þess fallin ef vel tekst til að setja gott fordæmi, eitthvað sem að aðrir gætu tekið upp síðar til þess að ég kannski útskýri þetta stuttlega þó að bæjarfulltrúar séu vel meðvitaðir hver tillagan er. Það felst hún í skráningadögum og skráningatímum.
Hún felst í því að við snúum hlutunum aðeins við gerum ekki ráð fyrir því að börn séu á leikskólanum í jólafríum, páskafríum og vetrarfríum grunnskóla eða eftir 2 föstudögum nema sérstaklega sé eftir því óskað. Og ef að heimili og foreldrar þurfa á þjónustu leikskólanna að halda á þessum skráningadögum og skráningatímum, þá fá þau þá þjónustu sem þau þurfa. Bara þannig að það sé líka bara sagt algjörlega afdráttarlaust. En þessi tillaga og þessi hugmyndafræði að gera þetta svona felur í sér ákall til heimila að taka þátt í því að bæta starfsumhverfi á leikskóla. Við getum illa gert þetta ein og ef við ætluðum að leysa þetta allt sjálf, þá þyrftum við að setja miklu meiri peninga inn að rekstur og við þyrftum líka að ráða fólk sem finnst ekki. Þannig að því leytinu til erum við komin upp við vegg með þetta. Þessi tillaga og þessi aðferðafræði, hún líka til þess fallin að stytta vinnuvikuna hjá börnum sem hefur kannski ekki verið nógu mikið rætt í samfélaginu. Af því að meðan við erum að semja 36 tíma vinnuviku víða, bæði hinn opinbera og einkamarkanum og stefna því sem samfélag, þá algengasti vistunartíminn á leikskólum í Mosfellsbæ 42,5 tími. Þannig að þarna eitthvað rof og eitthvað sem gengur ekki upp, nema að við séum þá, eins og ég segi, kannski í öðru árferði væri hægt að ráða fleira fólk, en ekki í því árferði sem við erum í núna. Þannig að aftur við verðum að bregðast við. Og ég bara mjög stolt af þeirri vinnu sem hefur verið unnin á sviðinu. Ég ánægð með umræðuna sem átti sér stað í nefndinni. Hún var uppbyggileg og hún var gagnrýnin og virkilega gagnleg. Og var á endanum var þessi tillaga samþykkt bæði í fræðslunefnd og líka þær tillögur sem þurftu að fara fyrir bæjarráð líka samþykktar með öllum greiddum atkvæðum. Og ég bara virkilega ánægð með þá samstöðu sem við sjáum í því. Af því að þetta svona, það mjög mikilvægt að við göngum svolítið samtaka í þessu og útskýrum fyrir fólki sem að þetta sé breyting. Þetta vissulega breyting og ég geri alls ekki lítið úr því og allar breytingar erfiðar þó að þær séu góðar til lengri tíma litið. Þetta að hluta til auðvitað ákveðin svona tilraun. Það að fá foreldrasamfélagið með okkur í lið til þess að leysa þetta og búa til meira aðlaðandi starfsumhverfi í leikskólum verður áskorun, en ég treysti því og ég veit að bara af eigin reynslu að það eru mikil og góð samskipti milli leikskóla og foreldra og þar daglegt samtal, dagleg samskipti og ég treysti bæði leikskólastjórnendum og því starfsfólki sem það til þess að leysa úr þeim málum sem koma þarna upp. Við erum í þessari tillögu og þeirri útfærslu sem henni fylgir. Við erum að taka tillit til gjaldana eins og samþykkt í bæjarráði. Þannig að þau sem þurfa ekki á þjónustunni að halda, þau þurfa ekki að borga fyrir hana heldur. En við erum engu að síður líka að skilja eftir ákveðið svigrúm fyrir stjórnendur til þess að innleiða þetta á hverjum stað, af því að það eru heldur ekki öll skólasamfélög eins. Við erum að senda miðlægsskilaboð sem eru mjög skýr inn í alla þessa starfsmannahópa að við viljum stytta vinnuvikuna fullu, við viljum standa við gerða kjarasamninga og búa þannig til meira aðlaðandi starfsumhverfi, færa skóladagatalið nær grunnskólunum og í leiðinni reyna að stoppa þann flótta sem hefur verið úr leikskóla yfir í grunnskólana. Og þannig að það er svona mjög margt sem hangir á þessari spýtu, en fyrst og fremst
myndi ég segja að sko, það hangir þetta á samstarfi og samstöðu í samfélaginu að við viljum stefna í þessa átt. Nú, ef að öll þau 900 börn sem eru í leikskólum Mosfellsbæjar og foreldrar þeirra þurfa nauðsynlega á þessari þjónustu að halda á þessum tímum sem ræðir. Þá fá þau hann. Og þá verðum við að fara aftur til teikniborðinu og leita annar leiða til þess að leysa þetta. Það einfaldlega þannig að því að þessi lausn, hún felur ekki í sér boð og bönn, hún felur í sér samtal og samstöðu. Þannig að sem að ég alveg vissum að foreldrar í Mosfellsbæ eiga eftir að taka þátt. Takk fyrir. Takk fyrir það. Bæjarfulltrúi Jana Katrín Knútsdóttir hefur óskað eftir að taka það nátt. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi. Forseti og bæjarfulltrúar, ég kemur neitt undir sama máli. Ég tek undir með bæjarfulltrúa Aldísi að það er alveg klart að við þurfum að grípa til einhverja ráðstafana til þess að koma til móts við bæði markmiðin í kjarasamningum og styttingu vinnuvikunnar og til að bæta starfsumhverfið. Mér finnst hugmyndin sem hefur komið fram nokkuð góð og allavega hef ég ekki mikið betri hugmyndir. Þetta fyrirkomulag hefur verið með þessum hætti einhver skeið jól og páska allavega og gefist vel að því ég best veit og bæði foreldrar og starfsfólk verið ánægt. Ég samt með nokkrar spurningar, aðeins var þetta kannski bara útfærsluna. Fyrsta lagi varðandi það að þú nefndir þetta væri tilraun. Þetta tilraunaverkefni og ef svo einhver tímapunktur sem við ætlum að endurmeta þetta? Vegna þess að ég með svona grunar, það mun alveg ganga vel að fá foreldra til að taka þátt í þessu jóla, áramóti og páska. En ég pínlítið smeyk við það, hvað verður með föstudagana og hvort að fólk hafi kost á því að taka styttinguna sína alltaf á föstudögum. Í framhaldi af því, þá langar mig að velta því líka upp, hefur komið upp svo hugmynd, eða var það einhvern tímann rætt að fólk hefði val hvaða vikudag það myndi taka styttingu. Vegna þess að ég veit að á stórum vinnustöðum liggur fyrir plan það, skipulag það hvenær fólk fær styttinguna sína, hvaða daga. Og það alveg svo sannarlega ekki þannig að allir geti gert það á föstudögum. Þannig að ég velti fyrir mig hvort það sé einhver umræði sem við gætum tekið varðandi útfærsluna, að fólk hafi þetta val. Ég veit að við tölum fyrirsjáanleikann og ef þetta væri alltaf á föstudögum þá hefðum við þann fyrirsjáanleika. Og í framhaldi af því kannski velti ég fyrir mér varðandi hvenær þú þarft að skrá þig fyrir þessa skráningadaga. Við gætum alveg fengið sama fyrirsjáanleika ef við myndum fá fólk til að skrá sig með einhverjum fyrirvara og það væri þá hægt að hagræða bæði starfsfólki og vinnudeginum eftir því. Já, ég held að ég hef bara lokið máli mínu. Takk fyrir það. Þá var varpa fram spurningum til bæjarfulltrúa Aldísar, formanns fræðslunefndar. Forseti býður henni í pontu til að svara. Já, takk fyrir spurningarnar bæjarfulltrúi Jana. Þetta tilraunaverkefni? Nei. Ég lít ekki þannig á að þetta sé svona hefðbundið tilraunaverkefni með upphafstíma og lokatíma. En svona að því að umræðan í þessu öllu saman hefur verið svona, fólk hefur svona verið að velta hvað er plan B ef þetta gengur ekki. Og þetta er kannski til þess að reyna að útskýra að það er ekkert víst að þetta gangi. Það eru þetta, föstudagarnir eru áskorun, klárlega. Og ég geri mér alveg grein fyrir því að það eru auðvitað ekkert allir í styttingu og sumir myndu, þurfa að gera aðrar ráðstafanir og svo framvegis. Og en jólapáskar hafa gengið vel. Og ég held svona og það er svona tilfinning þeirra sem ég hef rætt við að flestir ættu að geta gert ráðstafanir hjá sér til þess að taka barnið heim frá 2 föstudögum, auðvitað ekki allir.
En tilraunin eða svona, hvað ég segja, þú veist, reynslan verður svolítið að sýna okkur, þú veist, hvað komist við langt með þetta og svona, svo held ég líka að sko þegar það er náttúrulega börnin okkar eru í 4 ári leikskólanum og ég held að þeir sem byrja inn í ákveðnu fyrirkomulagi þeir venjast því bara. Og þá gerum við ráðstafanir, eins og þegar maður er með börn hjá dagforeldri sem að hættir klukkan 3:30 á föstudögum eða kannski bara klukkan 4 alla daga og maður er að vinna niður í bæ, maður bara reddaði því. Þú veist, það var kannski ekkert eitthvað auðvelt en það reddaðist af því að það var fyrirsjáanleiki í því, maður var bara að græða. Þannig að en ég held að það sé mjög mikilvægt hins vegar að fylgjast með og við munum geta gert það auðvitað út af skráningunum, þú veist hvað þetta mörg börn sem þurfa á þjónustu að halda, hvernig gengur skólunum að manna þessa tíma og svo framvegis og kannski verður það misjafnt líka eftir skólum. Kannski á sumum stöðum gengur það betur en á öðrum stöðum og þá svona spurning er og þarf að bregðast eitthvað sérstaklega við því sko. Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að fylgjast með hvernig það gengur. Val á vikudag sko, það sem að hefur gengið erfiðlegast hjá leikskólanum hingað til, þeir hafa auðvitað verið að reyna að innleiða styttingu. Og hún hefur verið þannig að sumir eru í styttingu á mánudegi eða þriðjudegi og það hefur bara sko ekki gengið vel. Það hefur tekið of mikið af starfinu. Það hvort að foreldrar gætu valið vikudag, sko ég held að lykillinn hér sé að hafa þetta einfalt og aðgengilegt og þannig að það sé mjög auðvelt að útskýra fyrir fólki hvernig þetta þarf að vera. Og þannig að ég held að það sé, ég held að við ættum að byrja þar. Og við erum búin að alveg velta þessu fyrir okkur fram og tilbaka og svona allt við þetta er alveg flókið. Þannig að þessi tillaga er tiltölulega einföld. Við þurfum að sjá hvernig árangurinn verður og þetta svo að endum þetta. Hvenær þarf að skrá sig, sko það í rauninni fer núna til útfærslu bara hjá skólunum og að því að leikskólastjórnendur eru best til þess fallnir að meta hvað þeir þurfa mikinn fyrirsjáanleika til þess að geta mannað og það sem þær hafa verið að díla við eru þetta sko þessi svona ófyrirsjáanleiki í mönnuninni að það er eitthvað sem á að vera styttingu og það er eitthvað sem er veikur og þannig að þetta er allt mjög svona í járnum eins og má segja. Þannig að ég veit að það samtal er nú þegar hafið hjá þeim hvernig er best að búa til þannig kerfi að fólk bara hreinlega skilji það og sem býr til bestan fyrirsjáanleika fyrir starfsemina. Takk fyrir þetta bæjarfulltrúi Aldís, hún er lokið að svara og næsta mælendaskrá er bæjarfulltrúi Dagný Kristinsdóttir. Hversu vel? Já. Virðulegur forseti, ég kem hér upp undir samanlega styttri vinnutími á leikskóla. Það er alveg rétt sem að bæjarfulltrúi Aldís segir, þetta var umræða í fræðslunefnd sem var fór í margar áttir. En þetta verkefni styttri vinnutími er verkefni sem var samið í seint árinu 2020, byrjun árs 2021 og í hönd tók bara alveg heljarna ferli allra stjórnenda stofnana að finna út í hvernig þetta gerir þetta. Það var ekkert auðvelt að vera í fyrstu umferðinni og skólastjórnendur í Mosfellsbæ þeir fóru ekki varhluta af þessum breytingum og það var mjög fljótt ljóst bæði hér og annars staðar að innleiðing styttri vinnutíma á leikskólastiginu er gríðarlega erfitt verkefni. Ástæðan er sú að starfsfólk leikskóla það ver 7 til 7,5 tíma dagur með börnunum. Þannig að það er ekki það er takmarkað undirbúningstími, það er ekki 26 tíma kennsla eins og í grunnskólum
Þannig að það var rosa lítið og rosa lítið svigrúm og það kannski lítið að selja matur og kaffitíma í fullri styttingu þegar þú ert hvað sem alltaf með börnum. Þannig að þetta bara var alveg dæmt fyrir upp að vera mjög kræfindi og erfitt verkefni. En það sem þetta verkefni krefst og við erum öll í fræðslunum sammála það held ég að þetta útheimti bara ákveðna endurskipulagningu á starfinu. Við þurfum bara að hugsa þetta upp á nýtt. Og heilbrigðiskerfið komst að því að það var þannig og þar var brugðist með samtali vaktavinnustæði og ég sammála því sjónarmið sem hefur komið fram hjá formanni fræðslunefndar að leikskólar hefur flokkar með vaktavinnustöðum. Við hefðum svona auðvelt opaslega margt í ferlinu. En markmið með þessum breytingum er að bæta vinnustafmenningu og þess að kemur fram í kjarasamningi félags leikskólakennara að það var það til dæmis að auka skilvirkni og bæta ekki að þjónustu, tryggja gagnkvæman sveigjanleika, stuðla bættum lífskjörum og stuðla samræmingu fjölskyldu og atvinnulífs. Og það kannski það sem samfélagið er að reyna að kyngja núna og finna út úr hvernig við gerum það. Og það bara svolítið snúð. Ég veit að þetta verkefni var og búið að vera gríðarlega erfitt í leikskólum bæjarins og það alveg ljóst að stjórnendur eru búin að prófa ýmsar útfærslur. Ég tók þetta samtal í grunnskóla af allar starfsstéttir og mismunandi stéttarfélög og það var bara snúið. Þannig að þetta ekkert þannig að þetta sé hlaupað þessu. En styttri vinnutími leikskóla bara einn ángerun af 3 sem að hafa verið hvað mest aðkallandi í starfi leikskóla allavega síðastli ár. Og hinu 2 það manneklan, það það að við fáum ekki fólk til vinnu og síðan það 30 daga sumarfrí alltaf starfsmanna. Þannig að það eru fleiri breytingar styttri vinnutíma sem að valda fólki ákveðnum hugarangri. Og þessi þræðir 3, þeir hanga saman. Við með þessar tillögur að kippa í einn þræðin. Ég hef pínu áhyggjur af því að við sem að þemja hina 2 þræðina. Sumarfríið og mönnunarvandann og það mjög vont að vera með skólastofnunum sem undirmönnun, það fólk veikt, það alls konar verkefni og þá reynir svolítið á hópinn. Ég hef sagt áður, bæði fræðslunefnd og bæjarráði, að ég hef skilning á því að þessi tillaga sé framkomin. Og þessi samtöl og þessi vinna flókin og erfið og tímafrek. En þó ég sýni þessar tillögur skilning, þá finnst mér samt að við hefum kannski getað gert hlutin öðruvísi og ég ætla að nefna nokkur dæmi sem að ég hef gert áður. Að fyrir það fyrsta þá fengum við fræðslunefnd eina tillögu. Það hefði verið rosalega gott og faglegt fyrir okkur að fá kannski tillögur með 34 tillögur sem hefði verið að ræða. Útfæra tillögur kostnaðargreindar því veit það hefur verið gert. Og þessi vinna hefði ekki bara verið fyrir okkur, heldur fyrir starfsfólk skólana, fyrir foreldrana til að leysa sig til það hvað var all umræðu. Þannig að það hefði verið mjög sterkt að taka saman minnisblað þær hugmyndir aðferðir sem voru prófaðar og gengu ekki og þær hugmyndir sem komu fram en voru talað gæti ekki farið lengra. Til dæmis, hvað kostar skráningardagar yfir árið? Ef við förum bara heilt yfir á Þanstað, hvað kostar að greiða fyrir stöðugildi starfsmanna sem kemur inn þegar starfsmann fær styttingu, bara þannig við hefðum samanburðinn. Hvað kostar að kaupa styttinguna af þeim ef einhver í þeirri stöðu og ef það ekki hægt að veita hana. Og hvaða aðra leiðir voru í stöðun, til dæmis af hverju var svo leið valin að loka 2 föstudögum en ekki bara taka heilan dag á 5 vikna fresti, sem hefði kannski verið einfaldar fyrir foreldra. Það kom fram í máli fulltrúa foreldra á fundinum. Og til dæmis þegar bæri var tilbúin að stíga inn og greiða kannski ákveðin hluta af styrkningum sem ég veit Akureyrar bæri að gera. Á fundi fræðslunefndar kom fram að þessi tillaga ekki fullmótuð og það var til dæmis spurt hvað væri gert ef foreldrar myndi ekki láta börnin sín klára skóladaginn og það var ekki alveg búið að útfæra það. Það fengust heldur ekki svör í hvert væri plan B. Þannig að þegar við erum í þessari stöðu, hvað sem var okkar staða, stjórnsýslan, íþróttaþjálfarar, þá þurfum við að hugsa 2-3 leiki fram í tíman. Mér varst það svolítið sú vinna, hún var ekki búin. Ég því sammála bókum stjórnarmanna frá þessu fundar sem athugasemdir gerði við málsmeðferðinni því að við höfum öll skilning á verkefninu en það hefði verið að gera þetta svo mikið betur. Kostnaðarlið verkefnisins var til dæmis að Reykji á fundi fræðslunefndar var nefnt að þetta kostar 10 milljónir en í fundi Bæjarráðs 25. Þannig að bara svona sem dæmi. Það kom einnig fram á fundi fræðslunefndar og var marg ítrekað að þetta væri heimild til leikskólastjóra, þetta væri ekki skylda. Og hvað ætlum þá að gera sumir leikskóla og loka klukkan 2 en aðrir ekki? Hvar erum við komast? Og svo náttúrulega manneklan.
þessi til að leysir ekki mönnunarvanda. Og ég finn svo til með foreldra. Hvernig ætlum við að ræða foreldra sem þurfa að sækja börnin sín eftir hádegi á þriðjudegi og aftur klukkan 2 á föstudag. Og þetta eru foreldrar sem eru búin að vera að sækja börnin sín allan síðustu vetur, þau eru búin að taka á sig 4 vikna verkfall og eru núna að fara í 4 vikna sumarfrí. Þannig að ég hef bara pínu finn til með fólki. Það er ekkert allir í þeirri stöðu að geta gert þetta. Í fræðslunum var líka svolítið rætt Akureyrarbæ, það voru horft þangað. Ég fór því í rannsóknarvinnu og í bæjarráði Akureyrar var tillaga um vinnutímastyttingu samþykkt að mig minnir 15. júní, en þeir vinna þannig að fylgigögn fara ekki út af vefinn. Þannig ég fór bara að leita og fann konu sem ég kannast við og vinnur í leikskóla Akureyri. Og á skóladagatali leikskóla Akureyri eru komin 25 skráningardagar fyrir næsta vetur. Það sarnast í 4 vikur. Og viljum við fara þangað? Skiljið, maður fyrir bara að velta fyrir sér. Hvar viljum við standa í stóra samhenginu? Þannig að við erum svolítið á þessum stað. Við erum 4 vikur sumarfrí, við erum með kannski 3 vikur í skráningadaga, það þarf einhver að sækja börnin sína því það er veikindi eða mannekla. Og svo erum við með starfsfólk til að taka 10 daga í sumarfrí, þannig að við erum kannski komið með margar vikur umfram sumarfrí. Og er það ekki eitthvað sem við þurfum að ræða svolítið vel og finna lendingu í? Ég hef 2 spurningar sem ég langar að fá svör við. Hvort er þessi tillaga sem hér ræðir heimild til leikskólastjóra, eins og var rætt í fræðslunum, eða eitthvað sem verið að fara að gera bara alveg fast? Þá er ég svolítið að vísa í frétt sem birtist á Facebook síðu Mosfellsbæjar í morgun. Það ákvæði verið að taka upp skráningardag í leikskólum. Ég gat ekki lesið út í fréttinu að það væri val. Þannig að mér langar bara að spyrja því. Mér langar líka kannski að benda á að þótt þessi samþykkt í bæjarráði, þá er það bæjarsveit sem hefur fullnar afgreiðslu heimildina og við erum ekki búin að samþykkja þetta, þannig að kannski fór stjórnsýsla svolítið bratt á stað. Og það er líka búið að senda pósta foreldra úr leikskólum í dag. Þannig að mér langar svolítið að vita það, er þetta heimild, er þetta eitthvað sem við erum bara fast að fara að gera? Og af hverju var svo leið valin að taka skráninguna klukkan 2 föstudagum en ekki til dæmis 5 föstudaga í vetur eru skráningardagar, skiljið hvað er að fara. Þannig að fólk hafi það allavega heilan vinnudag undir. Takk fyrir. En jú, ég er með tillögu. Ég fá að senda hana á, má ég lesa hana upp að lesa núna? Já, þú les tillöguna. Ég ætla að senda á ritara og fórseta. Þannig, hún er farin. Ég sést með það tillögu bæjarfulltrúi Vinna Mosfellsbæjar leggur til að farið verði heildstætt yfir stöðu leikskóla í bænum. Verkefni leikskólastigsins eru mörg og krefjandi og í lausninni felst að endurhugsa þar starfið og skipulagið. Yfir þessi verkefni þarf að leggjast og koma með tillögur að heildrænni lausn og lagt til að sé gert með myndun starfshóps. Vinna þarf og þróa verkefni betri vinnutíma, skoða þarf með leikskólana og hvernig er hægt að mæta lögboðnu sumarfrí í starfsmönnum. Sérstaklega þarf að svo að skoða hvernig er að gera leikskólum Mosfellsbæjar aðlaðandi vinnustöðum. Ég ætla ekki að lesa greinargerðina að við erum búin að fara þetta. Takk fyrir þetta. Tillagan er komið fram. Þá komu spurningar til formanns fræðslunefndar. Og ég býð henni að koma og svara. Gjör svo vel bæjarfulltrúi. Já, bæjarfulltrúi Dagný Kristinsdóttir verður þá bara leiðir þetta mig á eftir ef ég er ekki alveg að ég greindi þarna allavega spurningu hvort að þetta væri skylda eða heimild og við setjum þetta fram sem miðlæga ákvörðun. Orðalagið að þetta sé heimild og að hámarki þessi tími er til þess að gefa leikskólastjórunum svigrúm til þess að innleiða þetta mögulega í skrefum. Af því að það var ein af athugasemdunum og ábendingunum sem okkur bárust, til dæmis frá foreldraráði Krikaskóla
að það myndi kannski henta þeim skóla að hefja skráningu eftir klukkan 3 á föstudögum til þess að byrja með. Þannig að til þess að sá leikskólastjóri, ef að viðkomandi metur það þannig að það sé henti þeim skóla, og ég bara ítreka að það hefur ekki áhrif á neinn annan, til dæmis hefja þessa vegferð á því að hafa skráningu eftir klukkan 3 á föstudögum í vetur, þá gerir viðkomandi stjórnandi það. Það er svona mín sýn á þetta. Ég vil nota þetta tækifæri og bara ítreka enn og aftur, við erum ekki að loka leikskólanum, þetta snýst skráningu, þetta snýst að koma til móts við þá samninga sem búið er að gera. Það er búið að gera kjarasamninga styttingu vinnuvikunar. Það er búið að gera kjarasamninga 30 daga sumarleyfi fyrir alla opinbera starfsmenn. Við þurfum að innleiða kerfi sem að kemur til móts við þetta. Í núverandi efnahagsástandi getum við það ekki með því að ráða fleira fólk, af því að það fólk er ekki á lausu. Þannig að þó að við myndum setja meiri peningin í kerfið, þá leysir það ekki manneknuna. Og ég veit ekki alveg hvað aftur við þegar við erum að tala að senda börn heim klukkan á þriðjudögum og aftur á föstudögum. Við erum auðvitað að reyna að bregðast við til þess að þurfi ekki að senda börn heim þegar þau réttilega eiga að vera í vistun á leikskólanum. Og ég allavega ætla bara að vera bjartsýn á það með góðri skipulagningu og undirbúningi og samtali við foreldrasamfélagið, að þá munum við fá þau til samstarfs og með því að kynna þessar breytingar inn í fagstéttina og til þeirra sem eru mögulega að sækjast eftir að fá vinnu í leikskólanum okkar og gera það meira aðlaðandi, að þá þurfum við ekki að senda börn heim. Þetta er einmitt til þess að bregðast við því. Og varðandi að það hefur verið talað 10 milljónir, ekki 25, það er bara 10 milljónir á þessu ári. Já. En 25 milljónir á heilu ári. Það sem að mér langaði líka að nefna að við getum auðvitað alveg skipað stýrihóp eða hvað að kalla það, farið í mikla vinnu, greiningavinnu, og ég svo sem held að eitt fyrir ekkert endilega útiloka annað. Við erum ekkert búin. Ég lít þannig á að þessi punktar sem að leikskólastjórarnir komu með og mynduðu svolítið þennan umræðu grundvöll fyrir okkur í vetur, við erum ekkert búin að fara í gegnum það allt saman. En við erum hins vegar að bregðast við, og ég held að sé líka bara allt í lagi að bregðast við í skrefum. Þetta er bara fyrirkomulag sem að skaðar engan. Þetta er fyrirkomulag sem er til þess fallið, eins og ég er bara búin að vera að segja, að bæta þetta stansumhverfi og koma til móts við þessar stjórnendur sem eru búin að standa vaktina, eins og þú lýsir svo vel, Dagný, í 2 ár að reyna að innleiða fyrirkomulag án þess að það í rauninni gangi vel og það bara hreinlega, það er þeirra mat að þetta hreinlega skaði starfsemina og valdi bara meiri skaða heldur en að það bætir. Það að reyna að stytta vinnuvikuna sem átt að vera svo jákvæður hlutur er farin einhvern veginn að vinna á móti markmiði sínu. Og ég held að ég er ekkert viss að leikskólar séu einu staðirnir þar sem það á við. En það er hins vegar það sem er til umfjöllunar hér og nú. Og ég bara er ekki til í að eyða heilum vetri í greiningavinnu án þess að bregðast við núna. Ég er alveg til í að gera bæði, en ég er ekki til í að gera ekki neitt til þess að bregðast við því ákalli sem okkur hefur borist frá skólastjórnendum. Takk fyrir þetta. Næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson. Ég kem upp undir sama máli varðandi skráningardag á leikskólum í Mosfellsbæ. Það er margt búið að koma fram í ágætum
ræðum hér bæjarfulltrúa bæði Aldísar og Daníar og Jönu Katrínar. Það er eitt sem stendur, eitt eða tvennt sem stendur upp úr þessu. Aðeins varðandi kostnaðinn. Ef ég skildi eftir þá er kostnaðurinn 25 milljónir króna á ári ef að öll börn myndu skrá sig í þessa styttingu. Ég held að það sé rétt munna hjá mér. Þannig að við þurfum að passa okkur að því að það verður aldrei þannig að öll börn myndu skrá sig í þessa styttingu. Hitt málið sem að mér finnst ekki hafa komið fram svör við, kannski hvorki nefndin en ég heldur þegar við höfum verið að ræða þetta bæði bæjarráði hér og ég vil bara svona brýna meirhlutann og þá sem að koma til með að halda áfram þessari vinnu að skoða það. Það er alltaf gott að hafa plan B og eiginlega bara nauðsynlegt og bæjarfulltrúi Aldís sem er formaður fræðslunefndar og hún segir hér réttilega að það er ekkert víst að þetta takist en það er vonandi ekkert víst að þetta klikki heldur. Ég hef ekki fengið svörin ennþá við því hvað það er sem mælir á móti því að skoða það til hlítar að þetta verði val sem að henti það bæði foreldrunum og mögulega leikskóla starfsmönnunum betur en þá þyrfti að gera það með miklum fyrirsjáanleika eins og að gera með þetta. Þá þyrfti fólk hreinlega að skrá sig bara út önnina í þá styttingu sem að hvort sem hún er á mánudegi, þriðjudegi, miðvikudegi, fimmtudegi, föstudegi. Vegna þess að við bara vitum það strax að það er ekkert allir sem að geta nýtt þessa styttingu frá klukkan 2 á föstudegi. Þetta yrði miklu held ég skilvirkara og betra og það er ekkert flókið held ég að útskýra þetta fyrir fólki. Fólk veit hvað vinnustyttingin er, veit hvað hún gengur út á. Fólk í einkageiranum er með val á styttingu, þannig að það er ekkert verið að finna upp hjólið í því. Ég er ekki einhvern veginn ennþá búin að fá það á hreint hvað það er sem að mælir á móti þessu. Það er ekki að sé svo rosalega flókið og ég held að það sé ekki málið. Ég held að þetta geti verið allavega gott plan B í að skoða til hlítar ef að hitt gengur ekki. Ég vildi bara koma því að framfæra þetta. Takk fyrir þetta bæjarfulltrúi. Var bæjarfulltrúi að óska eftir svörum frá... Nei, það var brýning. Það var brýning frá bæjarfulltrúanum. Næsta mælendaskrá bæjarstjóri Regína Ásvarsdóttir. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vildi koma hérna upp og segja við bæjarfulltrúa Daníu Kristinsdóttur að þetta var réttmætt ábending hjá þér og ákafinn var kannski aðeins og mikill í stjórnsýslunni að koma fréttum á framfæri. Þannig að auðvitað hefði verið betri bragur á því að senda þetta út ef að hlutindi verða samþykkti hér á eftir. En svo langaði mig aðeins að segja varðandi þessa útfærsla hverjum leikskóla fyrir sig sem er mjög gott í þessari tillögu vegna þess að það sem við upplifum sem rekstraraðilar er að það gengur betur á sumum leikskólum en öðrum að útfæra styttinguna. Og það eru alls konar ástæður fyrir því. Það getur verið samsetning starfsmannahópsins sem er kannski þannig að það þurfi alltaf að vera 2 saman eða samsetning barnahópsins. Þannig að það eru ýmsar ástæður þess vegna finnst mér svo gott að hver og einn leikskóli fái einhvern veginn svigrúm til þess að útfæra þetta sérstaklega. Og ég sé ekkert, þó við förum á stað með þetta, þá finnst mér það ekki útiloka að við skoðum eitthvað annað samhliða en það eru auðvitað pólitíkin sem að tekur stefnumarkandi ákvörðun það í fræðsluráði. Takk fyrir það bæjarstjóri, bæjarfulltrúi Dagný Kristinsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, við erum náttúrulega í grunninn eins og ofta erum við sammála. Þetta snýst útfærslu. Við erum alltaf á sama báti, viljum að leikskólarnir séu frábærir og viljum hafa starfsfólki í vinnu. Það er bara það sem við erum öll að hugsa um. Það sem ég kannski aðeins að velta fyrir mér með þessa blessuðu skráningadaga og bara afsaki ég bara ljósa. Við erum með, eins og bæjarstjóri kom inn á, við erum með leikskóla sem er eiginlega búin að lenda þessu. Þarf þessi leikskóli að fara í styttingu eða getur hún keyrt á því prógrami sem hópurinn er búin að tala sig niður á? En hvað með börnin sem eru leikskóla hjá okkur í Grafarvogi? Eru þau að fara að ganga inn á sama plan og þurfa þau að taka skráningadaga eða fá þau vistun 8-4 og þá getum við lent í því að fólk upplifi að það sé mismunandi þjónustu og mismunandi stöð. Takk. Takk fyrir það.
það voru nokkrar spurningar í máli bæjarfulltrúa Daníar og bæjarfulltrúi Aldís gerir sig klára að koma og reyna að svara þeim. Takk fyrir. Já, takk fyrir. Sko, ég ætla ekki að standa hér og segja að það sé fullkomlega útilokað að ein starfseining sem hefur náð tökum á sinni styttingu þurfa að breyta því öllu. Ég bara, þess vegna hef ég lagt líka áherslu á það að það sé sveigjanleiki í þessu og að mér finnst bara mjög mikilvægt að leikskólastjórnendur geti stýrt þess að einhverju leyti inn í sínu stofnunum. Af því að það í rauninni, sko, hver leikskóli ákveðið skólasamfélag og sko, og ákveðin rekstrareining. Þannig að ég svona kannski bara, ég vil ekkert að við sem stjórnmálamenn séum eitthvað að seilast of langt inn í það. Við erum miklu frekar að vera að búa til verkfæri fyrir þessar starfseiningar til þess að nota til þess að ná sínum markmiðum og leysa þær áskoranir sem eru fyrir hendi. Og ef að það einhver sem biðst undan eða segir bara, ég er bara búin að leysa þetta með öðrum hætti og getur sýnt fram á það að styttingin sé að fullu innleidd, þá skoðum við það bara eða stjórnsýslan og rekin að gera það með sínu fólki. Og það svolítið sama svar eiginlega sem á við varðandi leikskólana í Grafarvoginum. Sko, við höfum auðvitað ekkert boðvald yfir þeim. Og þetta eru skólar sem að við gerum samninga við og reka sínar einingar. Þeirra fólk á sínum kjarasamningum, þannig að ef að þeir eru að fullu innleiddir og allir sáttir og þá það bara auðvitað þannig. Þannig að þá það mögulega svoleiðis að fólk sem með börn á leikskólanir í Grafarvogi að fá öðruvísi eða meiri þjónustu heldur en aðrir, það verður þá bara að vera þannig. Það eitthvað sem við ráðum ekki við, en bottom line og grundvallar atriði þetta að við séum að útvega þessu fólki leikskólapláss. Við megum heldur ekki gleyma því. Að það náttúrulega, og við höfum nú alveg séð dæmi það þar sem að það hefur gengið erfilega og það skapar alveg gríðarleg vandræði. Bæði það fá ekki pláss og að það sé ekki fyrirsjáanleiki í þeirri þjónustu sem fólk að fá. Þannig að þessi tillaga gengur öll út á það að búa til fyrirsjáanleika og öryggi, jafnframt sveigjanleika í starfseminni. Þannig ég held ég sé svona búin að úttala mér nokkuð um þetta. Takk fyrir það og þá einn enn á mælendaskrá bæjarfulltrúi Lovísa Jónsdóttir. Ég fell frá orðinu. Já, fellur frá orðinu, þannig þá mælendaskránin tæmd og hér komið fram ósk fundarhlé og við tökum örstutt fundarhlé.
Við hefum þá funda 9. Það er tæmd mælendaskrá lið 2.1 en það er ennþá samt hægt að taka til máls liðir ef fólk hefur áhuga á því. Það er enginn sem býður, það eru 2 sem vilja taka til máls og sjónarmun á undan að bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson. Það er ekki. Takk með hælinn, sko. Afsakið þennan fyrirgang. Lótt maður ekki slasaður til að stórlinda. Forseti bæjarfulltrúi, ég kem hér upp undir máli númer 27, fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2023-2026. Fyrirgefðu, afsakaðu bæjarfulltrúi. Ég var að auglýsa að fólk geti tekið til máls undir þessum lið 2.1. Nei. Þannig bæjarfulltrúi Helga væntanlega ætlaði ekki að taka undir máls undir 2.1. Nei. Forseti nefndi að það væri engin fleiri á mælendaskrá en það var ennþá opið mælendaskrá en það var engin á bið. Þannig að þá ger ég ráð fyrir það sé ekki fleiri sem vilja tjá sig þennan lið dagskrárinnar og forseti ætlar að afgreiða þennan lið fundagerðarinnar. Núna veist að það liggur fyrir tillaga í málinu og forseti ætlar að lesa hana aftur svo að allir séu með á hreinu hvernig hún hljóðar. Tillagan hljóðar svona: bæjarfulltrúi Vina Mosfellsbæjar leggur til að ferlið verði heildstætt yfir stöðu leikskóla, að farið verði heildstætt yfir stöðu leikskóla í bænum. Verkefni leikskólastigsins eru mörg og krefjandi og í lausninni felst að endurhugsa þarf starfið og skipulagið. Yfir þessi verkefni þarf að leggjast og koma með tillögur að heildrænni lausn og er lagt til að það sé gert með myndun starfshóps. Vinna þarf að og þróa verkefnið betri vinnutíma, skoða þarf mönnun leikskólana og hvernig er hægt að mæta lögboðnu sumarfríi starfsmanna. Sérstaklega þarf svo að skoða hvernig er hægt að gera leikskóla Mosfellsbæjar að aðlaðandi vinnustöðum. Og þá bið ég bæjarfulltrúa að greiða atkvæði þessa tillögu. Þeir sem samþykkja þessa tillögu vinsælast gefa merki og það er 1 atkvæði L-lista. Þeir sem er á móti vinsælast gefa merki. Það eru 6 atkvæði í þessu C-lista og þá væntanlega 4 hjásitur. Og það er bókun hérna með sem meirihlutinn vill fá að setja undir þetta mál og hún hljóðar svona: meirihluti B, C og S-lista tekur undir að þörf er á að fara heildstætt yfir stöðu leikskóla í Mosfellsbæ og lítur þannig á að sú vinna sé þegar hafin. Engu að síður mikilvægt að taka ákvarðanir strax sem varða innleiðingu og betri vinnutíma til að bregðast við þeim áskorunum sem stjórnendur leikskóla í Mosfellsbæ hafa bent á. Og ég forvarda þessu hér með til ritara fundarins. Og þá er orðið laust þá liði fundagerðina sem ekki þegar hafi verið ræddir og þá var það bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson sem var búinn að biðja málið. Forseti bæjarfulltrúi kemur upp undir máli 27, fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2023-2026. Á þessum bæjarráðsfundi kynnti fjármálastjóri okkar, Pétur J. Lofton, útkomuspá fyrir árið 2023 vegna fjárfestinga og rekstrar. Það er ánægjulegt að segja frá því að í þessari samantekt fjármálastjórans kemur fram að rekstrarniðurstaðan hún hækkar 148 milljónir og handbært fé eykst 65 milljónir og rekstur sveitarfélagsins er góður þrátt fyrir mjög erfiða utanaðkomandi aðstæður og þannig hefur nú verið sem betur fyrir í Mosfellsbæ mörg undanfarin ár að reksturinn hefur verið góður og skuldirnar hafa verið að lækka þangað til að þessar utanaðkomandi aðstæður sem erfitt er að ráða við eins og heimsfaraldur og síðan núna verðbólga, háir vextir
og það sem hefur áhrif á það meðal annars stríð hefur breytt þeirri mynd. Það sem að rekur mig hingað upp undir þessum lið að mér langar þess að benda á það að í þessari fjárfestingaráætlun að þá kemur í ljós að það eru hærri tekjur af byggingarétti fyrir árið 2023 sem nemur tæplega 1200 milljónum, 1200 milljóna. Það var gert ráð fyrir áætlun með viðaukum að tekjur af byggingarétti yrði 500 milljónir á árinu 2023 í fjárhagsáætlun sem að við samþykktum hér var samþykkt þetta hér í bæjarstjórn í desember 2022. Það sem ég vil benda á það að við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins við bendum ítrekað á að við teldum að áætlanir af þessum byggingaréttum væru verulega vantaldar í þessari fjárhagsáætlun og það er mjög mikilvægt á okkar mati og ég segi það hér og við sögum það þá að áætlanir séu eins nákvæmar eins og hægt er að hafa þær og það bæði auðvitað hvað var það kostnaðarhliðina og auðvitað ekki síður varðandi tekjuhliðina. Þetta skiptir auðvitað máli og þetta hefði getað þá eins og við vorum að leggja til í okkar tillögum að þessar áætlanir eru hækkaðar og það þyrfti kannski ekki að hækka skatta eins gríðarlega eins og var gert hér á síðasta ári í formi tekjuskatts upp á 25% og síðan var eins og við þekkjum líka útsvari hækkað í botn líka þó að fólk kannski finnir minna fyrir því. En ég vildi bara benda á þetta og svo útreikningu sem liggur fyrir þessu, hann nú með þeim hætti að hann varfærinn og auðvitað hefur verið varfærinn en ég gerir mig vonir að þetta verði jafnvel ennþá meira heldur en hér reiknað með en það á eftir að koma í ljós og síðan árinu 2024 þá ættum við að geta úthlutað hér lóðum í Helgafellshverfi 6 en eftir því sem kom fram að þá ekki verið að reikna með því í áætlun 24 sem að mér finnst vera jafn óskiljanlegt eins og að þessi byggingaréttur skyldi ekki fara inn í áætlunum á 2023 eins og við margbentum á en hann þá allavega komin þar inn núna. Takk fyrir. Takk fyrir þetta bæjarfulltrúi. Næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Sævar Birgisson. Forseti, bæjarfulltrúar, kemur upp undir sama máli. Ég verð að taka undir með bæjarfulltrúa Ásgeiri að reksturinn er í góðu jafnvægi og ekkert raun út á það að setja en við vitum það að ytri aðstæður eru krefjandi og það eru ýmsar áskoranir sem við þurfum að takast á við þessi missirinn og verður áfram en varðandi það sem bæjarfulltrúi Ásgeir nefnir varðandi spáum tekjur og byggingaréttinum þá er það náttúrulega gleðilegt að útkomu spáin líti svona út eins og hún gerir í þessari áætlun sem við erum að horfa á margföldun í því sem var sett í fjárfestingaráætlunina á sínu tíma. Þannig að við erum náttúrulega fagnum því. En á móti það er náttúrulega ýmislegt sem getur haft áhrif á þetta og svo náttúrulega erum við með annað sem við erum á móti eins og til dæmis tekjur á gatnagerðargjöldum sem verðist ekki lítið út fyrir að komi inn á þessu ári þannig að það vegur upp á móti þessum auknum tekjum sem við vonandi fáum á þessum byggingarétti sem er greiðlega mikilvægt fyrir bæinn. En erfitt kannski í áætlunum mitt að of áætlað og svo ég sé náttúrulega töluvert undir því sem verða rauntölunar. Þannig að ekki gott að of áætlað, þetta náttúrulega einskiptast tekjur og við höfum það rætt að hér að það ekki gott að skjóta yfir markið þar. Þannig að við viljum svona benda á það. Takk fyrir það. Þá er það bæjarfulltrúi Lovísa Jónsdóttir. Forseti, bæjarfulltrúar, kemur upp undir sama máli.
Ég vil kannski byrja að segja að mér finnst svona, við þurfum að vanda okkur aðeins og passa okkur þegar við erum að vísa í umræðurinn á bæjarráðsfundi og í skjöl sem ekki eru opinber gögn. En hér hafa vissulega verið ræddar tölur sem koma fram í þessu vinnugagni og ég vil benda á að þetta svo sannlega vinnugagn. Þannig að þetta er ekki viðauki sem búið að samþykkja. Þannig að En þar sem að það hefur verið farið út í það að nefna ákveðna hluta fjárfestingaáætlunar fyrir 2023, þá vil ég benda á kannski í fyrsta lagi að þegar að fjárhagsáætlun var unnin, þá sögðu okkar sérfræðingar okkur það að við myndum ekki fá tekjurnar af seinni hluta áfangans fyrir 2024. Þannig að það var fullkomlega óeðlilegt á þeim tíma að gera ráð fyrir tekjum af seinni hlutanum inn á árinu í ár. Sem betur fyrir hefur gatnagerðin gengið vonum framar og því sjáum við núna fram á það að geta úthlutað öllum lóðunum á árinu í ár. Þar af leiðandi í dag eðlilegu tímapunktur til þess að fara að huga að því hvaða tekjur yrði þá að ræða. Þessar áætlanir sem að núna liggja fyrir, eða þessar hugmyndir þá hækkun eða spá, þetta kallast spá í dag vegna þess að það ekki búið að uppfæra fjárhagsáætlun, þetta ennþá bara spá, byggir auðvitað á rauntölum úr úthlutunum fyrsta hlutanum og þá erum við með mikið betri mælikvarða til þess að áætla hvað við getum fengið á árinu í ár út úr seinni hlutanum líka. Þannig og hérna erum við langt frá þeim tölum samt sem að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðu fram í breytingatillögu við fjárhagsáætlun fyrir árið 2023. Þannig að við verðum að við megum ekki heldur fara á of mikið flug. Það var margfarið yfir það þegar við gerðum fjárfestingaáætlun fyrir 2023 að við fylgdum öllum þeim venjum sem að unnið hafði verið eftir í bæjarfélaginu fram að því. Bæði hvað varðar tekjur og hvað varðar álagningu skatta. Sama hversu mikið einhverjir vilja mótmæla því, það var bara nákvæmlega sömu aðferð beitt. Eina hækkunin sem að var raunhækkun, það var á útsvarshlutfallinu sem að við fórum með í botn út af pólitískum aðstæðum sem að var margoft farið yfir líka á þeim tíma. Þannig að það var bara þetta sem ég vildi bregðast við undir þessum lið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Það rétt hjá forseta bæjarfulltrúa Helga óska eftir að koma undir þessu máli? Nei. Bæjarfulltrúa Ásgeir Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi kemur upp undir sama máli, fjárfestinga áætlun 2023. Það að það lægi ekki fyrir þegar við verðum að gera fjárhagsáætlun hvort það er hægt að úthluta þessum lóðum. Það getur vel verið að það sé eitthvað til í því, en við sem að héldum öðru fram, okkur fannst blasa við að þetta er hægt á þessu ári. Sérfræðingarnir sem að töldu svo ekki vera, þeir höfðu það bara rangt fyrir vegna þess að það hún gekk miklu betur gatnagerðin heldur hún átt að gera, en ég vildi bara vekja athygli á þessu og það er enginn að tala að áætla heldur, það er bara mjög mikilvægt að áætla rétt eins og mögulegt í báðar áttur og það fengust engin svona haldbar rök fyrir þessu annað en að hún gengi svo hægt þessi gatnagerð, en þau sérfræðingar sem að ég talaði við og þeir voru alveg vissir að þetta myndi ganga, þannig að þetta er svona, sérfræðingarnir eru oft ekki saman og þannig gengur það bara fyrir sig. Varðandi það að það hafi verið fylgt öllum þeim venjum sem að hafa verið viðhaft varðandi skattamál og annað, þá er það bara rangt að það hafi verið haft sömu venjur hvað varðar fasteignagjöld í Mosfellsbæ fyrir árið 2023 vegna þess að sú venja hefur verið hér undanfarin ár að fasteignagjöld eða álagningaprósenta fasteignagjalda hefur verið lækkuð sem nema þá því sem er kalluð vísitala og
þannig hefur verið pottinn búið að fasteignagjöld hafa ekki hækkað hér umfram vísitölu undanfarin ár og það rangt að það hafi verið gert líka núna. Þannig að við skulum hafa það algjörlega á hreinu. Rétt skal vera rétt í því. Fasteignagjöldin hækkuð hérna 25% að meðaltali og vísitalan var hann í kringum 8-9%. Þannig að hvar liggur þá mismunurinn? Takk fyrir þetta bæjarfulltrúi Aldís Stefánsdóttir og óskar eftir að taka til máls. Ég ætlaði bara örstutt að bregðast við því að ég er sammála því að það er mikilvægt að gera nákvæmar og eins réttar áætlanir og hægt er. Og það er svona minn skilningur og með það sem ég svona veit starfsemina hér, þá hefur verið hefð fyrir því að gera varfærnar áætlanir og við svona bara tökum mið af því. Ég skil þetta þannig og þessa útkomuspá þannig í sjálfu sér breyti þetta engu varðandi ráðstöfun þessara einskiptis tekna í fjárfestingar. Ef að við hefðum gert ráð fyrir meiri tekjum af lóðasölu sem eru einskiptis tekjur, þá hefðum við alltaf viljað ráðstafa þeim tekjum í fjárfestingar. En við gerðum engu að síður bara mjög metnaðarfulla fjárfestingaráætlun upp á 4 milljarða ef ég man rétt. Og þessi útkomuspá segir okkur líka að við erum ekki að ná að framkvæma nema hluta af því. Af því að kerfið hjá okkur, það er einfaldlega ekki nógu stórt til þess að fjárfesta svona mikið á stuttum tíma. Þannig að jú, það er okkur, það er auðvitað mikilvægt og okkar skylda að gera eins nákvæmar áætlanir og okkur unnt. En ég held að í þessu tilfelli hefði það í sjálfu ekki breytt miklu upp á lokaniðurstöðuna. Takk fyrir það. Bæjarstjóri Regína Ásgeirsdóttir og óskar eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, bæjarstjóri. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil svona í tengslum þessa umræðu bara minna á, við erum ennþá með vinnugögn, spá, við eigum eftir að fá að sjá hver endanlega niðurstaðan er. Það eru markaðsaðstæður sem hafa áhrif á þetta og þannig að við svona sjáum þetta vonandi betur í lok sumars hvernig endanlega niðurstaðan verður með þessa sölu. Takk fyrir það. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir lið 2.7? Svo er ekki og þá telst umræðum hann lokið, en það eru enn nokkru óræddir liðir í þessari fundargerð og eru einhver sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Helga Jónsdóttir, gjörðu svo vel. Ég veit ekki hvað það. Já, ég veit það. Þetta bæjarfulltrúi ég kemur undir lið 2.6. 2.6. Já, þá þarf bæjarstjóri að víkja af fundinn meðan að sú umræða fer fram. Gjörðu svo vel. Þetta kemur ráðningarsamning bæjarstjóra. Hér erum að ræða tillögu meirihluta sumarlaun bæjarstjóra hækki 2,5% þann 1. júlí 2023 í stað hækkunar samkvæmt ákvæði ráðningarsamnings. Samkvæmt ráðningarsamningi við bæjarstjóra skulu laun taka breytingu 1. júlí ár hvert samkvæmt launavísitölu Hagstofu Íslands með grunnvísitölu júlí mánaðar 2022. Og hér virðist sé að ræða vísitölu sem byggir á tímakaupi reglulegra launa í hverju mánuði og byggir einungis að hluta til á launum opinberra starfsmanna. Og horft er á breytingu launavísitölu á ársgrundvelli er ársbreytingin 9,5%. Nú í tillögu meirihlutans kemur fram að framangreint ákvæði ráðningarsamnings hækkun launa sem sé sambærilegt ákvæði laga breytingar launa þjóðkjörinna fulltrúa og embættismanna sem áður heyrðu undir kjararáð. Virðist hér vera vísað í ákvæði laga í lögum 79/2019. En eins og fram kemur í héraðsdómi í máli 3847 núna frá 2023 þá eiga breytingar á launum starfa sem í lögum nr. 70/2019 er tilgreind
að taka mið af niðurstöðum meðaltal reglulegra launa í 1000 króna á mánuði hjá fullvinnandi starfsfólki ríkisins. Þannig ákvæði í ráðningarsamningi bæjarstjóra ekki sambærilegt ákvæðum í lögum nr. 79/2019 breytingar á launum starfa sem þar eru tilgreind, þar sem það ekki tekið mið af launavísitölu. Alþingi samþykkti þann 9. júní frumvarp til laga sem fól í sér breytingu á ýmsum lögum til samræmis við verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands. Þar var lagt til að í stað hækkunar launa þann 1. júlí næstkomandi skyldu laun þjóðkjörinna fulltrúa embættismanna hækka 2,5% í stað hækkunar samkvæmt ákvæðum laga sem hefði numið 6%. Hér ætti þau vera ljóst að lögunum við tekið meðaltali reglulegra launa fulltrúandi ríkisstarfsmanna. Nú, en eins og fram kemur í bókum bæjarráðsmanna D-listans þá höfum við ekki haft neina aðkoma fyrirliggjandi tillögum með breytingu á ráðningarsamningi bæjarstjóra á þeim viðauka breytingu á samningnum sem nú liggur fyrir á þessum fundum. Og því hér nokkrar spurningar til meirihlutans varðandi tillögu þessa. Fyrst, spurning 1. Þegar hér stjórnsýsluákvörðun að ræða, það að breyta ráðningarsamningi bæjarstjóra og ef svo hefur bæjarstjóri veittur andmælaréttur eða hefur verið komist að samkomulagi við bæjarstjóra breytingu þessa eða hér að ræða einhlega ákvörðun meirihlutans. Hér lækkun nr. 2, hér lækkun að ræða á 9,5% í 2,5%. Þegar hækkun þingfararkaups til dæmis verður nú 2,5% í 6%, en hefði átt að vera 6%. Og því spyr ég hvort ekki hefur rætt að miða við aðra prósentu og minni breytingu á launahækkun. Af hverju var valið að taka miða 2,5% þegar hækkun átti að vera 9,5%. Og 3. Hvert á viðmið að vera ári liðnu varðandi breytingar á launum bæjarstjóra? Hvert á viðmiðið að vera að ári liðnu varðandi breytingar á launum bæjarstjóra? Í umræddu lögum sem vísað til í tillögunni kemur fram að næst þegar laun breytast, það 1. júlí 2024, verður miðað við þróun launa ríkisstarfsmanna árið 2023 líkt og mælt fyrir í viðkomandi lagaákvæði. 4. Hver sparnaður sveitarfélagsins á ársgrundvelli við að breyta ákvæði ráðningarsamnings bæjarstjóra með því að hækka launin 2,5% í stað 9,5%. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Bæjarfulltrúi Helga varpaði fram spurningum lið 2.6 sem heiti viðauki við ráðningarsamning bæjarstjóra og sem lögð fram hér til samþykktar og forseta að vona því að það komi einhver til andsvara. Er von á... Já, bara eitthvað til að geta sá þessu spurningum. Þá hingrum við, svo sé hægt að gefa sem best svör við þessum óundirbúnum fyrirspurnum. Bæjarfulltrúi Halla Karen Kristjánsdóttir. Frú forseti og bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp og ætla að reyna að svara spurningum bæjarfulltrúa Helgu Jóhannsdóttur. Fyrsta spurningin, ég ætlaði nú einmitt að ræða þetta, ég ætlaði einmitt að koma líka upp fyrir þessu sama máli. Fyrsta spurningin þín, nei, þetta ekki bara frá meirihlutanum komið, þetta frumkvæði frá sjálfum bæjarstjóranum okkar, Regínu Ásólfsdóttur, að fylgja tillögu ráðamanna, æðstu ráðamanna í landinu. Númer 2, hvað var það aftur?
Helga, geturðu sagt? Já, það er verið að lækka laun samkvæmt lögum 6% Þetta- 5%, en lækkunin hér er 9,5 í 2,5% og sem er enn meiri lækkun. Má ég kannski biðja bæjarfulltrúan kannski bara að senda spurningarna þannig að bæjarfulltrúin í ponti Ég ætla kannski bara að geta með okkur 2,5%. Þetta er aldrei óþægt að vera að tala hérna svona Já. yfir borðin þannig að Heyri, ég ætla aðeins, mér langar aðeins að ræða þetta og svo ætla ég að klára þessar spurningar. Ég vil sem sagt bara vekja athygli ykkar hérna á ákvörðun okkar í bæjarráði að laun bæjarstjóra hækki ekki umfram 2,5% næstu mánaðamót. En þessi tillaga var unnin og afgreidd af frumkvæði bæjarstjórans okkar, Regínu Ásvarsdóttur, eins og ég sagði áðan. Í framhaldi af kjarasamningum á vinnumarkaði síðustu misseri þar sem niðurstaðan varð að engar launahækkanir yrðu hærri en 66.000 krónur á mánuði, vaknaði nefnilega umræða í samfélaginu hvort ekki væri rétt að þeir aðilar sem skipa æðstu embætti ættu að falla undir sömu niðurstöðu til að sýna svona samfélagslega ábyrgð og samstöðu. Í framhaldinu þá tók náttúrulega eins og allir vita hérna ríkisstjórnin þá ákvörðun að launahækkanir æðstu ráðamanna skyldu verða 2,5%. Og ég held að ég sé þá svara því að í þessari spurningu 2 að við ákváðum að fylgja því og mæta þannig þessari niðurstöðu almennra kjarasamninga. Og svo langar mér bara að segja að Mosfellsbær er fyrsta sveitarfélagið á höfuðborgarsvæðinu sem tekur þá ákvörðun að laun bæjarstjóra hækki ekki meira en sem nemur þessum 2,5% og sýnir með því samfélagslega ábyrgð á þeim verðbólgutímum sem við lifum nú. Bara hvert er viðmiðin að vera 1. júlí 2024? Viðmiðin eru bara eins og þau eru í ráðningarsamningnum og fjórða spurning, hver er sparnaðurinn, er það ekki? Ég er ekki með þetta á tölvu hérna. Nei, fórseti fekk þetta ekki sent þannig En það var allavega hver er sparnaðurinn og það er svona cirka 1,4 milljónir. Þannig að ég held að ég sé búin að svara þessu en hérna mér finnst þetta bara algjörlega til fyrirmyndar að þetta kemur frá sjálfum bæjarstjóranum okkar að sýna samfélagslega ábyrgð og við tökum undir það. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Bæjarfulltrúi Lovísa óskar eftir að taka til máls. Já, ég ætla að fá að bregðast við út af tilvísun í dóm sem kom fram hérna áðan ágætufasti í hérna máli bæjarfulltrúa Helgu og með leyfi forseta að þá vil ég benda á að sá dómur leitað launagreiðslum til dómari sem sætti sig ekki við lækkun launa sem var svo sannarlega einhliða ákvörðun eða leiðrétting og þess vegna var það niðurstaða í dómnum að málsmeðferðarreglum í stjórnsýslulögum nr. 37 frá 1993 var ekki fylgt og andmæla réttar ekki gætt. Hérna er hins vegar að ræða tvíhliða samning milli aðila þar sem er gerð þessi breyting með tvíhliða samkomulagi. Þannig að þessi dómur hefur ekkert fordæmisgildi í fyrirliggjandi mál. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi Helga Jónsdóttir óskar eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi. Forseti bæjarfulltrúar. Ég ætla að fá svarinni í Lovísu bæjarfulltrúa hér sem að nefna tilvísun mína í dóminn og það rétti var að vísa í dóminn varðandi hvaða viðmið er í lögum meðal annars launabreytingar dómara, ekkert annað. Það var eina tilvísun mín. En ég ætla að leyfa mér að koma hérna upp og gera athugasemdir við tillöguna eins og hún kemur fram frá meirihlutanum. Það kemur hvergi fram að sé að koma samkomulag eða tillaga bæjarstjóra. Þetta kemur fram sem tillaga meiri hlutans. Við höfum ekki haft upplýsingar, ekki ég upplýsingar það að það sé búið að gera samkomulag bæjarstjóra og að bæjarstjóra hafi komið þessu tillögu og mér finnst það miður. Við höfum getað, ég hef sleppt í að koma hérna upp og við höfum haft að mínum mati
að þetta hefði átt að koma, nú veit ég ekki hvað þeir segja hérna, þetta hefði átt að koma fram til allra og kynnt öllum, að þetta er tillaga bæjarstjóra þar sem búið að gera samkomulag þessar breytingar. En þetta er ekki þannig framlagt í dag, það kemur fram sem tillaga meirihlutans breytingar á launum. Og það þykir mér miður ef þetta hefur verið öðruvís. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir lið 2.6? Já, bæjarfulltrúi Halla Karen Kristjánsdóttir. Ég var ekki bara. Frú forseti og bæjarfulltrúar, ég tek undir það, Helga, það er miður, en ég var ekki á síðasta bæjaráðsfundi og þá var þetta rætt, þannig að það hefði ég heyrt, þannig að, en aftur á móti bara takk fyrir ábendinguna, Takk fyrir það, forseti ætla bara rétt sem snöggast að minna ágæta bæjarfulltrú á að ávarpa ekki hvern annan í fyrstu persónu og heldur alltaf sem bæjarfulltrúa. Lauflétt áminning. Bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson óskaði eftir að taka til máls undir þessum sama lið, ekki satt? Jú. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem upp undir sama máli 2.6. Ætla bara rétt að bæta við það sem að fram hefur hérna komið. Ég held að sé engin stór ágreiningur þessa niðurstöðu og þessa breytingu, en það sem að kannski vakir fyrir Helgu, ef ég skil þetta rétt, er það að við viljum bara tryggja það að það sé verið að standa rétt að þessu stjórnsýslulega sér. Það eru smá vandkvæði, veit ég, í öðrum sveitarfélögum út af samningum, hvernig þetta er að gerast og hvort þetta sé hægt, og þá er að líka tala það að þetta skapi ekki fordæmi og það sé verið að gera það með réttum hætti. Og það er vissulega rétt að það kom fram í bæjarráði að það hafi verið haft samráð við bæjarstjóra þetta og hún væri þessu algjörlega fylgjandi, en það kom allavega ekki fram þar og það er þá nýjar fréttir að þetta hafi verið hennar frumkvæði. En það sem að Helga vil líka spyrja það var hvort að þetta væri stjórnsýslulega ákvörðun, vegna þess að ef stjórnsýslulega ákvörðun er tekin, að þá þarf að tilkynna það með formlegu bréfi sem að síðan viðkomandi aðili sem í þessu tilfelli væri bæjarstjóri hefur þá andmælarétt til þess að svara. Þannig að þetta þarf bara að gerast á réttan máta. Nú kemur þetta fram að þetta hafi verið að frumkvæði bæjarstjóra. Það kom ekkert fram í bæjarráði og ég gæti ekkert sagt Helgu frá því eða nokkur annar, þannig að ég held að við þurfum bara að reyna að passa upp á það að bara vanda okkur í stjórnsýsluna, þannig að við fáum ekki eitthvað í hnakkan sem að kemur okkur illa síðar. Takk. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls lið 2.6? Svo er ekki, þá telst hann út ræddur. Aðri liðir óræddir eru fyrirgefðu. Já, takk fyrir þetta. Þá held ég að við greiðum atkvæði þennan lið og búum svo bæjarstjóra aftur í salinn þegar við erum búin að því. Þeir sem að samþykkja fyrirliggjandi tillögu viðauka launakjör bæjarstjóra, vinsamlegast gefa merki. Og það eru 6 hendur á lofti. Þeir sem á móti eru, það er engin, þannig að þá eru það 5 hjásetur D og L-lista. Og þá vil ég biðja bæjarfulltrúa Lofu sem að fara og hnippa í bæjarstjórun og fyrir honum inn aftur. En það eru hér einhver, það eru mér sýnist vera 3 mál sem eru órædd. Það fá að bóka hérna bara endurtaka bókun og bæjarráði sem að það er sama bókun og við vorum í bæjarráði. Það bara heitir það bæjarfulltrúar og bæjarfulltrúar óska eftir að setja hana óbreytta undir þetta mál. Og forseti heimila það þó að sé búið að ljúka þessu þar sem að Takk fyrir. En einhver var óska eftir orðinu og forseti
Það datt úr hausnum. Já, það var bæjarfulltrúi Halla Karen. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp undir máli 2.3, hjúkrunarheimili í Mosfellsbæ, stækkun hjúkrunarheimilis í Hamrar. Ég vil bara byrja á því að fagna þessari stækkun hjúkrunarheimilisins á Hömrum. Eins og flestir vita, eða ég veit allavega að það eru miklir biðlistar á hjúkrunarrými í öllu landinu og því er það ánægilegt að hér sé búið að samþykkja í bæjarráði og nú hér á eftir í bæjarstjórn að hjúkrunarheimili á Hömrum sé að stækka enn frekar. Það stóð til að það myndi stækka 44 rými en eftir þó nokkra rýni vinnu að þá er búið að stækka það enn frekar. Þannig allt í allt verður þetta 66 rými. Þessi stækkun er gríðarlega mikilvæg, ekki bara fyrir okkur hér í Mosfellsbæ, heldur bara landið allt. Og mun það stytta vissulega biðlista og einnig bara mikil þörf fyrir fólk sem þarf á þessu að halda. Þannig það er ánægilegt að þetta sé og ekki bara það, heldur líka verður þetta líka mun rekstralega betra að hafa svona fleiri rými til þess að reka. Það verður bara mjög ánægilegt að fara í þetta samstarf með ríkinu að stækka hjúkrunarheimilið. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið fundargerðarinnar. Já, bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem upp undir sama máli, hjúkrunarheimili í Mosfellsbæ, stækkun hjúkrunarheimilisins Hamra, mál nr. 2.3. Mér langar bara örstuð til þess að taka undir orð Höllu Karenar bæjarfulltrúa að lýsa mikilli ánægju með þetta. Þetta er virkilega ánægjulegt og þeir sem að þekkja aðeins til hér, þeir þekkja þá baráttu sem að Mosfellsbær hefur háð við ríkið stækkun á þessu hjúkrunarheimili. Sú barátta hefur farið fram á fundum og því miður að þá hefur ríkið reynst kannski svolítið tregt í taumi með þetta miðað við þá þörf sem er í gangi og oft fannst starfsfólki hér það vera mjög erfitt að fá það til þess að skilja hvað þetta snerist virkilega, en það var síðan náðist á síðasta kjörtímabili, í lok síðasta kjörtímabils, að skrifa undir samningum stækkun úr að mig minnir 29 í 44. Ég er ekki alveg með fyrirtöluna, hvort það var 29 eða 28 og upp í 44, en núna þetta sé komið upp í 66 er mjög jákvætt og það er vonum betri heim að þetta frumkvæði kemur frá ríkinu. Og það er eitthvað sem maður átti alls ekki vona að myndi gerast í þessum málaflokki, en vonandi verður það til eftirbreytni í öðrum sveitarfélögum vegna þess að þörfin er eins og við vitum brýn og kostnaður við fráflæðivandann á sjúkrahúsunum, hann er gigantískur og hann verður fljótur að lækka ef að við myndum ná að byggja fleiri hjúkrunarheimili á meiri hraða heldur en gert hefur verið. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ásgeir lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir lið 2.3? Svo er ekki og þá er umræðum þann lið lokið. Það eru 2 önnur órædd mál á dagskrá þessa fundar ef einhver bæjarfulltrúi óskar eftir að taka til máls undir þeim málum. Svo virðist ekki vera, þannig að forseti biður fólk að gera sig klárt í atkvæðagreiðslu. Við greiðum atkvæði fundargerð 1584. Fundar bæjarráðs að sjálfsögðu fyrir utan þau 2 mál sem við þegar höfum greitt atkvæði úr fundargerðinu. Og þeir sem staðfesta fundargerðina vinsælast gefi merki og það eru 11 hendur á lofti. Takk fyrir. Þá erum við komin að 3. mál á dagskrá þessa fundar og það er fundargerð fræðslunefndar
og það 422. fundur þeirra nefndar og hann var haldinn þann 7. júní og að dagskrá þess fundar voru 5 mál og orðið laust fundagerðina. Bæjarfulltrúi Aldís Stefánsdóttir óska eftir að taka til máls. Frú forseti, ég ætla að koma hérna upp undir máli 3.1. Það endurskoðun á skóla- og frístundaakstri. Þetta svona hálfgert framhaldsmál. Við höfum rætt þetta áður í vetur og þá var lögð fram ákveðin svona greiningavinna sem hefur farið fram á fræðslusviðinu á því hvernig við stöndum að skóla- og frístundaakstri. Og þar var nú bara ýmislegt mjög áhugavert sem kom fram og þar til dæmis að heildarkostnaður í skólaakstur hefur hækkað gríðarlega á undanförnum árum og komin upp í 97 milljónir og þar allt undir, það að segja svo kallaður skólaakstur innan skóladagsins, skólaakstur í og úr skóla, frístundaakstur og svo þetta akstur fatlaðra skólabarna. Og við fengum eins og ég segi fyrir í vetur mjög greinagróðar upplýsingar hvernig þessum málum háttað og af hverju. Af því allt á þetta sína skýringar og þá var samþykkt að fá tillögur frá sviðinu að breytingum og hér hluti af þeim tillögum. Þessar tillögur fjalla eingöngu akstur til og frá skóla. Og eru svona að verða að taka þetta bara svona í skrefum en við erum eina sveitarfélagið á höfuðborgarsvæðinu sem ennþá að halda úti þessum hefðbundna skólaakstri í og úr skóla þegar önnur sveitarfélög eru að nýta almenningssamgöngur og í einhverjum tilfellum niðurgreiða þær. Og þessar tillögur ganga út á það sama hér í ákveðnum skrefum þó. Þannig að þarna tilteknir ákveðnir hópar og en bara svona til þess að gera langa sögu stutta að þá svona kemur þarna fram að markmiðið okkar að innleiða þær venjur að hér verði almenningssamgöngur notaðar til þess að koma börnum í og úr skóla þegar það þarf og við byrjum á Reykjahverfinu og eldri börnum úr Leirvogstungu og þarna einnig lagt til að fækka heimferðum úr 3 í 2 og það byggir bara á notenda upplýsingum. Almenningssamgöngur eru orðnar nemendum í 1. til 7. bekk kostnaðarlausu en það sjálfsagt að niðurgreiða þar fyrir nemendur í 7. til 10. bekk sem búa í skilgreindri fjarlægð frá skólum. Eins og kemur þarna fram líka og mjög áhugavert að þetta á allt sína skýringar og sína sögu og en við teljum bara að það sé komið tími til að svona breyta þessu og það svona margt sem að kemur til og það hafa náttúrulega orðið gríðarlega breytingar á skólaumhverfinu í Mosfellsbæ á síðustu árum og við erum með miklu fleiri skóla, við erum með betri samgöngur, betri stígakerfi og svo framvegis og við höfum lagt mikla áherslu á lýðheilsu mál á undanförnum árum, umhverfismálin eru aðkallandi og hér keyra rútur hring eftir hring allan daginn stundum 2 og 3 í röð og það ekki mjög umhverfisvænt og svo það þessi hagkvæmnissjónarmið. Við myndum gjarnan vilja sjá þessum peningum betur varið og það algjör forsenda í því að fara vel yfir þessi mál, það að aðgengi skólabarna að almenningssamgöngum hér innan bæjar sé fullnægjandi. Og við höfum rætt það á nokkrum vettvöngum í vetur að við viljum fara í það samtal og þessar tillögur og þessi samþykkt hún gerir ráð fyrir því að það verði gert.
Hér eru ekki tillögur breytingar á frístundaakstri eins og komið en ég vonast til þess að þær líti dagsins ljós fyrr en síðar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Aldísi fyrir lokið máli sínu, þá var næsta mælendaskrá bæjarfulltrúi Dagný Kristinsdóttir. Undir sama máli vænti ég. Virðulegur forseti, þetta mál gott dæmi mál sem bara opaslega vel unnið. Við fengum frá sviðinu bara mjög greinargóðar upplýsingar og ég vona bara innilega að þetta séu vinnubrögð sem við sjáum bara meira af. Fyrir manneskju sem fluttir Reykjahverfi snemma á öldinni og ég lýsti því nú fræðslunefnd og það var þannig að þegar maður fór með barnið sitt í skólabílinn fyrsta daginn að þá biðu svona 30 krakkar, 40 krakkar fyrir utan bílinn eftir að hann þegar hann kom, þeim var tróðið inn í rútuna, síðasti aðalinn kyssti gluggann og hann var fyrstur og fekk súpunni yfir sig í varma. Ég ekkert að djóka, þetta var svona. Þannig að það var allins einn rökstuðningur sem kom fram á fundi nefndarinnar allins fyrir nýtingin og rútuferðunum í dag. Þannig að ég vil bara fá að hrósa sviðinu fyrir bara góða vinnu og það var allavega í upplýði nefndinni mjög gott samtal og samstæðum það að þetta var eitthvað sem þyrfti að hugsa upp nýtt. Bæjarfulltrúi Dagný fyrir lokið máli sínu, þá var næsta mælendaskrá bæjarstjóri Regína Ásvarsdóttir. Forseti, ég tek undir með síðasta ræðumanni, þetta gríðarlega vel gert og mikilvægt mál og mikli peningar sem fara í akstur og svona sorglegt að sjá að það eru tómar rútur. Það bara eitt sem ég vildi benda á að því í kostnaðarmatinu inn í glærupakkanum, þar sem sagt talað heildarkostnaðinn og það akstur fatlaðra barna tekin inn. Síðan á loka glærunni kemur fram að það sé stefnt að því að eftir 2 ár verði bara aksturinn í Mosfellsdal, bara svona í opinberri umræðu þá verðum við alltaf undanskilja akstur fatlaðra barna vegna þess að sjálfsögðu höldum við áfram akstri fyrir fötluð börn og það eru öll sveitarfélög með slíkan akstur. Ég vil bara benda á þetta. Takk. Takk fyrir það. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir lið 3.1. Svo ekki að það samt þá útræddur en það eru ennþá 4 mál á dagskrá þessa fundar sem hægt að ræða. Hver enginn sér hljóðs, þannig að við skulum ganga til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem staðfesta framlagða fundargerð fræðslunefndar 422. annars fundar, vinsælst gefið merki og það eru 11 hendur á lofti. Takk fyrir það. Þá eru komin að máli númer 4 og það fundargerð skipulagsnefndar og það fundargerð 590. annars fundar skipulagsnefndar og sá fundur var haldinn 16. júní og á þeim fundi voru 12 mál á dagskrá og orðið laust. Bæjarfulltrúi Helga Jóhannesdóttir og óska eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hér undir máli 4.9, Grænjastígurinn. Við áhugavert upp á þetta verkefni. En það að ræða samfelldan göngu- og hjólarstíg sem tengir öll sveitarfélög saman og liggur eftir treflinum endurlengum. En hér átti græna trefilinn sem sameiginlegt útivistarsvæði við efri jaðar Borgarbyggðarinnar. Lega stígsins og staðsetning, hún ákvarðast í aðalskipulagi sveitarfélaginu og í máli þess eru kynntar 2 tillögur á legustígsins með myndum og í rituðu máli. Og kem ég upp til að hvetja bæjarfulltrúa sem og aðra að kynna sér tillögur þessa því það okkar að taka ákvörðun með hvernig við viljum sjá stíginn hér í Mosfellsbæ. Takk fyrir. Takk fyrir það. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir lið 4.9. Svo ekki, en undir einhverjum öðrum liðum fundargerðarinnar. Svo virðist ekki vera og telst þá umræðum þessa fundargerð lokið og bæjarfulltrúi beðnir að taka þátt í atkvæðagreiðslu. Þeir sem staðfesta framlagða fundargerð skipulagsnefndar vinsamlegast gefið merki og það eru 11 hendur á lofti.
Fram hefur komið ósk fundarhlé.
Við hefum þá funda 9 og við erum komin að 5. mála á dagskrá þessa fundar og það er kosning forseta og 1. og 2. varaforseta bæjarstjórnar Mosfellsbæjar og fyrir fundunum liggur tillaga að forseti verði Örvar Jóhannsson og taki við á fyrsta fundi eftir sumarleyfi. 1. varaforseti verði Anna Sigríður Guðnadóttir af S-lista og 2. varaforseti Dagný Kristinsdóttir af L-lista. Eru aðrar tillögur? Svo er ekki og þá teljast þessir aðilar rétt kjörnir í þessi embætti til 1 árs. Og þá erum við komin að lið mál nr. 6, það er kosning bæjarráðs og fyrir fundunum liggja hérna tilnefningar bæjarráð til 1 árs og þar eru eftirtaldir bæjarfulltrúar Halla Karen Kristjánsdóttir, B-lista, formaður, Anna Sigríður Guðnadóttir, S-lista, varaformaður, Ásgeir Sveinsson, D-lista, Jana Katrín Knútsdóttir, D-lista og Lovísa Jónsdóttir, C-lista. Varamenn Aldís Stefánsdóttir, B-lista, Rúnar Bragi Guðlaugsson, D-lista, Ólafur Ingi Óskarsson, S-lista, Helga Jónasdóttir, D-lista og Valdimar Birgisson, C-lista. Áheyrnarfulltrúi Dagný Kristinsdóttir, L-lista og varaáheyrnarfulltrúi Guðmundur Hreinsson, L-lista. Eru aðrar tilnefningar? Svo er ekki og skoðast þessir aðilar rétt kjörnir til setu í bæjarráði. Og þá erum við komin í lið nr. 7 og það er kosning í nefndir og ráð og eins og bæjarfulltrúar tóku eflaust eftir að þá hafði bæjarlögmaður tekið saman alla breytingar sem höfðu komið fram fyrir fundinn og forseti ætla sér að bera þá bara upp hverja nefnd fyrir sig, samt ekki allt skjalið í einu, heldur hverja nefnd fyrir sig. Og hefst þá lesturinn, það er atvinnu- og nýsköpunarnefnd, þar er tillaga að Ólafur Ingi Óskarsson, S-lista verði aðalmaður í stað Rúnars Más Jónatanssonar af C-lista, það er tillaga að Hilmar Stefánsson, D-lista verði aðalmaður í stað Brynju Hlífar Hjaltadóttur af D-lista, það er tillaga að Anna Sigríður Guðnadóttir S-lista verði varamaður í stað Guðrúnar Þórarinsdóttur C-lista og það er tillaga að Rúnar Már Jónatansson C-lista verði áheyrnarfulltrúi í stað Ólafs Inga Ólafssonar S-lista og tillaga að Guðrún Þórarinsdóttir C-lista verði varaáheyrnarfulltrúi í stað Önnu Sigríðar Guðnadóttur S-lista. Eru aðrar tilnefningar í atvinnu- og nýsköpunarnefnd? Svo er ekki og teljast þessir aðilar rétt kjörnir nefndarmenn og áheyrnarfulltrúar og varamenn og varaáheyrnarfulltrúar. Þá erum við komin að fræðslunefnd. Þar er tillaga að Elín Anna Gísladóttir C-lista verði aðalmaður í stað Elínar Árnadóttur S-lista og að Leifur Ingi Eysteinsson B-lista verði aðalmaður í stað Sævars Birgissonar B-lista. Það er tillaga að Valdimar Birgisson C-lista verði varamaður í stað Elínar Eiríksdóttur S-lista og það er tillaga að Elín Árnadóttur S-lista verði áheyrnarfulltrúi í stað Elínar Önnu Gísladóttur C-lista og að lokum tillaga að Elín Eiríksdóttir S-lista verði varaáheyrnarfulltrúi í stað Valdimars Birgissonar C-lista. Eru aðrar tillögur varðandi fræðslunefnd? Svo er ekki og teljast þá þessir fulltrúar rétt kjörnir í þá nefnd, í þau hlutverk sem nefnd voru. Og þá erum við komin í íþrótt- og tómstundanefnd. Þar er tillögu fyrir tillaga að Vilhelmína Eva Vilhjálmsdóttir, L-lista, verði varaáheyrnarfulltrúi í stað Dagnýjar Kristinsdóttur, L-lista. Eru aðrar tillögur? Svo er ekki og telst Vilhelmína Eva rétt kjörin fulltrúi í íþrótt- og tómstundanefnd. Þá erum við komin að menningar- og lýðræðisnefnd og hér liggur fyrir tillaga að Guðrún Þórarinsdóttir C-lista verði aðalmaður í stað Jakobs Smára Magnússonar og S-lista og það er tillaga að Elín Anna Gísladóttir C-lista verði varamaður í stað Þórarins Snorra Sigurgeirssonar af S-lista og það er tillaga að Jakob Smári Magnússon S-lista verði áheyrnarfulltrúi í stað Guðrúnar Þórarinsdóttur og C-lista og tillaga að Þórarinn Smári Sigurgeirsson S-lista verði áheyrnarfulltrúi í stað Elínar Önnu Gísladóttur C-lista. Eru aðrar tillögur varðandi menningar- og lýðræðisnefnd?
Svo ekki og skoðast þessir aðilar réttkjörnir. Og þá það E-liður sem skipulagsnefnd og hér liggur fyrir tillaga að Sævar Birgisson B-lista verði aðalmaður í stað Aldísar Stefánsdóttur og B-lista. Eru aðrar tillögur? Svo ekki og telst Sævar þá rétt kjörinn í skipulagsnefnd. Nú, þá það umhverfisnefnd og hér tillaga að Ómar Ingvarsson S-lista verði aðalmaður í stað Reynis Matthíassonar C-lista. Tillaga að Anna Sigríður Guðnadóttir S-lista verði varamaður í stað Ölvis Karlssonar C-lista. Tillaga að Reyni Matthíasson C-lista verði áheyrnarfulltrúi í stað Ómars Ingþórssonar á S-lista og tillaga að Ölvi Karlsson C-lista verði varaáheyrnarfulltrúi í stað Önnu Sigríðar Guðnadóttur á S-lista. Eru aðrar tillögur varðandi umhverfisnefnd? Svo ekki og teljast þessir aðilar rétt kjörnir. Þá eru komin að velferðarnefnd og hér liggur fyrir tillögum að Brynja Hlíf Hjaltadóttir D-lista verði aðalmaður í stað Hilmar Stefánssonar af D-lista. Eru aðrar tillögur? Svo ekki og telst hún rétt kjörin í velferðarnefnd. Og þá eru komin að öldungaráði og fyrir fundinu liggur tillaga frá félagi aldraðra í Mosfellsbæ að Ólafur Guðmundsson og Ingibjörg G. Guðmundsdóttir verði varamenn í stað Margrétar J. Ólafsdóttur og Kristbjargar Steingrímsdóttur. Aðrar tillögur? Svo ekki og teljast þau réttkjörin. Réttkjörni varamenn. Nú þá erum við að nálgast lokin hér. Það svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins. Hér liggur fyrir tillögum að Sævar Birgisson B-lista verði aðalmaður í stað Aldísar Stefánsdóttur B-lista. Eru aðrar tillögur? Svo ekki og telst Sævar Birgisson réttkjörinn fulltrúi Mosfellsbæjar í svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins og svo það lokakosningin, það almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins. Hér liggur fyrir tillaga að Örvar Jóhannsson B-lista verði aðalmaður í stað Ásgeirs Sveinssonar D-lista og tillaga að Aldís Stefánsdóttir B-lista verði varamaður í stað Jönu Katrínar Knútsdóttur af D-lista. Eru aðrar tillögur almannavarnanefnd? Bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson óskar eftir, já, að koma í pontu og bera upp tillögur. Forseti, ég kem hér upp og bæjarfulltrúi kem hér upp undir kosningu í almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins. Til þess að í nefndinni, þar sem hafi kjörtímabilið hafa verið fulltrúar D-lista. Ástæðan fyrir því að þeir eru í nefndinni svo að við upphaf síðasta kjörtímabils var gert viðamikið samkomulag milli meiri og minnihluta varðandi ýmis störf og nefndarstörf milli meiri og minnihluta. Meðal annars setja minnihluta bæjarfulltrúa í þessari nefnd. Það mætti nefna fleira eins og fyrsta varaforseta bæjarstjórnar og fleira. Greiðslur fyrir bæjarfulltrúa sem ekki sátu í bæjarráði. Þetta tvennt síðarnefnda var tekið af í upphafi þessa kjörtímabils þrátt fyrir að þeir sem börðust mest að koma því á var settir í meirihluta en það annar mál. Svona fundur eins og þessi, hann var ekki haldinn í upphafi þessa kjörtímabils og alls ekkert samkomulag eða nokkur samráð haft við minnihlutann eins og nú hefð fyrir hér í Mosfellsbæ. En þetta snýst á þessa almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins sem nú það eina sem eftir í höndum minnihlutans, allavega frá því þá síðasta kjörtímabili. Ég vil koma með þá tillögu að þessi nefnd hún haldist áfram í höndum fulltrúa minnihlutans og að bæjarfulltrúi Jana Katrín verði aðalmaður í nefndinni, Knútsdóttir, og að varamaður hennar í nefndinni verði Rúnar Bragi bæjarfulltrúi. Og ástæðan fyrir því svo að miðað við þá upplegg hjá þessum meirihluta sem var hér í upphafi kjörtímabils að hér ætti að vera mikil samvinna og fara svona nýjar leiðir, þá finnst mér svona prinsippatriði að þetta síðasta samkomulag sem var náttúrulega svo mikið samkomulag að það kannski fá að halda. Jana Katrín hjúkrunarfræðingur að mennt, þekkir mjög vel til þessara mála og hefur unnið á Landspítalanum, hefur mikinn áhuga á þeim og ég held að hún væri mjög góður fulltrúi bæjarstjórnar á
ásamt bæjarstjóra Regínu Ásvaldsdóttur sem hefur mikla reynslu í þessum málum líka og þetta er ekki pólitísk nefnd nefnilega. Þetta er svona típisk nefnd sem á að vera samstaða og hægt að vinna saman. Þessna er þessi breyting sem hefur svo sem engin skýring komið fram á, mjög svona skrítin og svona gefur svona leiðbeiningum inn í framhaldið á kjörtímabilinu. Takk. Takk fyrir þetta bæjarfulltrúi. Það liggur fyrir tillaga sem að við þurfum að afgreiða og það er spurning hvort að það er von á einhverjum fulltrúum úr meirihlutanum í pontu. Bæjarfulltrúi Lovísa Jónsdóttir óskar eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel bæjarfulltrúi. Hæstvirtur forseti, vegna þess að bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson nefnir samkomulag frá síðasta kjörtímabili, þá er mér skylt að upplýsa það að ástæðan fyrir því samkomulagi var sú að uppi voru áform þáverandi meirihluta að gera stöðu áheyrnarfulltrúa í bæjarráði launalausa. Það lá fyrir, eins og kom upp á kjörkassanum, að þá hefðu verið 4 áheyrnarfulltrúar sem hefðu átt rétt á sæti í bæjarráðinu og þess vegna gripu nokkrir bæjarstjórar til þeirra ráða, ekki bara hér í Mosfellsbæ heldur í öðrum sveitarfélögum líka, að kanna hvort hægt var að bregðast við þessum fjölda áheyrnarfulltrúa inn í bæjarráðum með að taka launin af fólki fyrir setuna þar. Þetta var grundvallar ástæðan fyrir því að farið væri þessar samningaviðræður á síðasta kjörtímabili. Fram að þeim tíma hafði aldrei verið gert neitt svona samkomulag. Þannig að það sem við gerum hérna í upphafi þessa kjörtímabils er bara að hverfa til þeirra hátta sem að voru fyrir kjörtímabili 2018 til 2022. Þannig að ég sé ekki alveg hvernig eitthvað gamalt samkomulag milli allt annars fólks eigi nokkuð erindi inn í þessa bæjarstjórn. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Já, það er komið ósk fundarhlé og
Við hefum þá fund að nýju. Í fundarlegi varð umræða hvernig almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins skyldi vera skipuð og það var að samkomulagi að breyta út af þeirri tillögu sem lá fyrir fundinum í upphafi og núna er tillagan sú að Jana Katrín Knútsdóttir verði aðalmaður í almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins í stað Ásgeirs Sveinssonar. Þau eru af D-lista og Örvar Jóhannsson verði varamaður af B-lista verði varamaður í stað Jönu Katrínar Knútsdóttur D-lista sem var varamaður áður. Og forseti heldur að hann hafi farið rétt með þetta. Þá er lokið lið númer 7. Þá erum við komin að lið númer 8 sem er sumarleyfi bæjarstjórnar Mosfellsbæjar 2023 og fyrir fundinu liggur svohljóðandi tillaga. Lagt er til að bæjarstjórn samþykkja að fella niður reglulega fundi bæjarstjórnar í júlí og fyrrihluta ágúst þannig að fyrsti fundur bæjarstjórnar eftir sumarleyfi fari fram 16. ágúst 2023 samkvæmt heimild í 14. grein sveitarstjórnarlaga númer 138 frá 2011 samanber og 4. málsgrein 8. greinar samþykkta stjórn Mosfellsbæjar. Jafnframt er lagt til að bæjarstjórn veiti bæjarráði umboð til fullnaðarafgreiðslu mála á meðan sumarleyfi bæjarstjórnar stendur samanber 5. málsgrein 35. greinar sveitarstjórnarlaga og 44. grein samþykkta stjórn Mosfellsbæjar. Þannig hljóðar þessi tillaga og bæjarfulltrúar beðnir að greiða atkvæði hana. Þeir sem samþykkja hana vinsamlegast gefa merki. Og það eru 11 hendur á lofti þannig að þessi tillaga sumarleyfi og fullnaðarafgreiðslu heimild bæjarráðs er samþykkt. Þá erum við komin að 9. mál á dagskrá og það er Það er fundargerð stjórnar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Það er 249. fundur. Hann var haldinn 5. maí. Á dagskrá þess fundar voru 7 mál og orðið er laust fundargerðina. Engin kveður sér hljós og fundargerð lögð fram. Nú erum við komin að fundargerð 250. fundar stjórnar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins og hún fundaði eftir þann 19. maí. Á dagskrá var einungis 1 mál og orðið er laust. Engin kveður sér hljós og fundargerðin er lögð fram. Þá er það mál númer 11. Það er fundargerð 928. fundar stjórnarsambands íslenskra sveitarfélaga. Sá fundur var haldinn 2. júní. Á dagskrá voru 2 mál og orðið er laust fundargerðina. Engin kveður sér hljós og er fundargerðin lögð fram. Og þá erum við komin að síðasta máli. Nei, þá erum við ekki komin að síðasta máli. Við erum komin að 12. máli, fundargerð stjórnar SSH og það er fundargerð 559. fundar og sá fundur var haldinn 5. júní. Á dagskrá hans voru 5 mál og er orðið laust. Engin kveður sér hljós og fundargerðin er lögð fram. 13. mál er fundargerð 14. fundar heilbrigðisnefndar. Sá fundur var haldinn 5. júní 2023 og er orðið laust fundargerðina. Engin kveður sér hljós og er fundargerðin lögð fram. Og þá erum við komin að síðasta mál á dagskrá þessa fundar og það er fundargerð 118. fundar svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins og sá fundur var haldinn 7. júní og á dagskrá þess fundar virðist bara hafa verið 1 mál en orðið er samt laust það. Engin kveður sér hljós og er fundargerðin lögð fram. Við höfum þá tæmt dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar sem er haldinn á sumarsólstöðum 2023 og
þar sem þetta er síðasti fundur sem þessi forseti stýrir, þá langar mig til þess að þakka bæjarstjóra og bæjarstjórn fyrir samstarfið þennan veturinn, en sérstaklega langar mig til að þakka bæjarlögmanni Þóru Margréti Hjaltested fyrir mjög gott samstarf. Hún sé til þess að bæjarstjórnarfundir gangi vel fyrir sig og þar sem ekki gengur vel fyrir sig er forseti að kenna, ekki bæjarlögmanni. Á það samstarf hefur aldrei borið skugga. Já, en ég segi þá bara að ég óska þess að því að ég gott og endurnærandi sumarleyfi og segi þessum 831. bæjarstjórnarfundi slitið á sumarsólstöðum klukkan 19:15. Fundi er slitið.